Já. Þetta græja þín. Já, þetta eins vel maður. Ég að spáði hvort þetta kannski frekar upp í flíilinn. Já, því að þetta dugar vel upp á jöklum og svona, sko. Já, en hérna... Já, þetta nefnilega hægt að gera alveg ótrúlega hluti með þetta. Svo þetta lítið hljómból samt í þessu. Já, það að því að ég svo mikið fyrir svona litla hluti, mínimalist í mér. Já. Litla bíla og allt sem minnst. Já, og svo áttu líka yfirleitt nokkur stykki lítil í staðinn fyrir eitt stór. Samanber bílana. Já. Það er hættfóinn, hann er þrír í þeggi. Jú, og náttúrulega prinsinn í upphafi. Já, fáum bara flíilinn. Það var flottur á þessu. Við erum bara flottur á þessu. Já. Maður veit aldrei hvað kemur upp í þessu hætti. Við veitum að reyna eða ómögulega að tala saman í 1 klukkustund. Já. Og ekki meira en það, sko. Já. Mestalagi, jafnvel hálftíma. Já. Við sjáum hvað setur. En hérna, þú náttúrulega búin að vera hérna að væflast í mjög mörg ár og kannski ekki hérna í þessu húsi en hjá sjónvarpinu. Já. Er þetta ekki búið að breytast alveg gríðarlega allar aðstæður og tæknin og... Jú, henni hefur fleygt fram með sumt gleður mann að ég samt afturför. Nú? Já, ég meina, sko, getur maður sagt, þetta var miklu betra en í gamla daga. Já. Aldrei þurrkaðist neitt út af filmmótnum og hljóðið var ekkert í rugli og það var ekki neitt sem að hétt digital skítur. Já. Hvenær byrjaði að skemmta? Ég byrjaði á gamláskvöld 1958 fyrir utan skólan, þá var ég búinn að skemmta í skólan. Ég byrjaði að skemmta á 3 ára afmælinu mínu. Þá var mér stillt upp og látið syngja fyrir afmælisgesti. Ég man ekkert eftir því. Söng svo á 4 ára afmælinu og nokkur sinnum var mér stillt upp svona í samkvæmum. En þegar ég var 5 ára fór ég að hafa vitásu og steinhættur. Já, var alltaf verið að stilla þér upp svona fram að því? Já, og ég söng, mér var sagt ég hefði sungið lagi hans frænda míns, Jóns frá Ljárskógum, sem var mikið uppáhald í fjölskyldunni. Rokkarnir og þagnaðir. Já. Þannig að ég söng alvarleg lög til að byrja með. En 5 ára gamall þá vildur þú fara að fá borgað? Nei, það kom nú ekki svo snemma. Síðan blundaði þetta í mér og mér var sagt frá því seinna, þó ég væri búinn að gleyma því, að í Kaldárseli, þar sem ég var í sumarbúðum drengja, þar hef ég verið með gamanbrag síðasta sumarið, þá var ég 9 ára. Svo gerði ég fyrsta rapplagi mitt 13 ára. Hvaða ár er það? Það er 53. Já. Já, 50 ára afmælis er rappari núna næsta ári. Manstu eitthvað úr þessum texta? Já, ég man hann allan. Farið með svona byrjun á hann? Sko, þetta er ekkert nýtt undir sólinni. Rottweiler hundarnir, það hefur verið að segja þessu grófir. Ég á þessum aldri þá var það grófur og þetta hefði aldrei verið lyft á plötu þá. Þetta hét Harlífi. Og byrja svona, Ómar rekur við í burðarlið. Er hann nokkuð furða því það hljóp snurða á þráðin hjá honum, hann á í vonum, erfiða fæðingu, innvortisblæðingu, með Harlífi eran og þess merki beran að þurfa að nota hamarinn þegar hann fara á kamarinn. En þú fór síðan og hérna skemmtið með Rottweiler? Já, þeir einhvern veginn, ég veit ekki hvernig þetta kom til þeirra, að hí á þig, þeir fannst eitthvað svona rapp, bragur og því. Ég hef eins og alltaf haldið rappinu við. Já. Og ég hef verið að gera rappteksta alveg fram til dagsins í dag og fer mér sögum á skemmtunum. Og gömlu rímurnar er náttúrulega mjög... Já, og þulurnar, Kastlekettling, Ríðavalting, Hundutitling, Stungivellting, þetta er bara rapp. Já. Og ég er með alveg sérstaklega tegundarappi sem voru kölluð Spútnikljóð og kom í skólablaðinu 1958 og eða 59 og síðan er það fyrsta sem að er í útvarpi, það er þegar ég fer með rapplægið Landhelgisdeiluna. Breta gata 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 geta rata flata frat, beta mata rata krata fleta lata bata mat, seta pata rata plat. Og þetta er alveg sérstök tegund vegna þess að þetta er ekki vitleysa. Ég ætla ekki að fara út í að útskýra þetta. En það sem ég nota á sem dæmi það, þessi spútnikverskapur byggist á því að hafa orðin sem líkust hvert öðru og nota sama orðið aftur og aftur og aftur og aftur. Og sem dæmi fer ég með rappteksta sem er svona: Margrét við Margrét, Margrét Margrét og Marlét Margrét og Margrét Margrét, Margrét Margrét. Og maður það náttúrulega sko rutman í þetta. Þetta er auðskilið. Þetta þýðir að mar er sjór og mar er maður. Margrét, það er kona, við mar grét. Hún var við sjóinn og grét. Margrét við mar grét. Þá strax komið mikið sorg í þetta og drama. Hún er að gráta út af hverju. Margrét, mar grét. Hún grét mann. Mar grét. Margrét, mar grét. Margrét grét mannin. Sérst, það parið frá henni maður. Mar lét Margrét. Að láta er að missa. Mannin misti Margrét, mar lét Margrét. Og nú kemur nefnilega hvað hugurinn er mikið bundinn við þetta hjá henni. Sorgin kemur aftur og aftur yfir hana því að næsta línan er, sko, ég fer með það báðar, mar lét Margrét
og marglét Margrét. Hún missti hann aftur og aftur í hugann. Og síðan kemur síðasta erindi sem toppurinn á þessu. Margrét. Hún grét aftur og aftur. Já, Margrét. Já, og nú skilur þetta þegar ég fer með það. Margrét við Margrét. Margrét. Marlét Margrét og Marglét Margrét. Margrét. Ég ætlaði að fara að segja hérna að þú væri hérna komin alltaf fyrst og fremst sem textasmiður, en ég held ég þurfi ekkert að útskýra það lengur fyrir áhorfendum. Við skulum byrja því að kíkja smá myndefni. Heyrðu litla ljúfan kæra, lofgjör vildi ég þér færa, ástin mér hreint að væra, elsku fára meyjan skæra. Heyrðu mig nú, félagi frú, með þér ég óskað eignast samyrkju. Brezhnev segir að þú eigir að eignast 2 til 4 börn, það þú megir. Vika mín, þú veit ég hvað þú gerum, í veisluhöldum hvort sem við erum, og þau myndum minningarnar vermast. En við erum ekki að draga þetta leikur, Vika mín, þetta drífum nú í því að gifta okkur leið og börnin okkar fermast. Þarna sáum við og heyrðum bónorðskennslu. Já. Hvernig gerðir þú þetta sjálfur? Þú baðast hönd konu þinnar. Ég sendi henni bónorsvið í pósti, eins og segir í textanum. Bónorsljóð. Sér nú hvað, sko, maður var uppburða lítill. Þetta atrið sem þú ert að horfa á kennsla til þess að íslenski karlmenn fari nú, sko, að taka sig til. Taka sig til, sko, og gera þessu aðrar þjóðir. Þarna var Spánverjinn, óskaplega blóðheitur, og þarna var Kósakinn og svo Íslendingurinn. Og sko, þú sér, sko, ég sendi henni bónorsbréf. Ég var svo uppburða lítill, ég gæti ekki farið með þetta öðruvísi. Í dag hefur þú sendt henni SMS. Ég veit það ekki. En það hefði náttúrulega ekki orðið 7 börn ef okkar samskipti hefði verið áfram á þessum nótum. Það er alveg ljóst. Já, akkurat. Þetta gamanvísnasöngur, þetta er náttúrulega fjörgamalt fyrirbæri, revíur og fleira, og þarna svona, þú byrjar á þessu mjög snemma, bara að gera grín að fólki og deila og hitta þetta í gegnum grínið. Og yfirleitt ertu nú að svona deila á hluti ef maður fer að skoða þessa texta. Já, marga hverja. Ég strax í byrjun, ég var með, sem sagt, í fyrsta prógramu mínu var ég með Bjargráðin, þar sem ég gerði grín að öllum stjórnmálafóringjunum, og þá var Alþýðuflokkurinn nýbúinn að mynda minnihlutastjórn, en Sjálfstæðisflokkurinn réði í raun öllu og var með þessa minnihlutastjórn í skjóli Sjálfstæðisflokksins, og aukanúmerið var að Emil Jónsson, formaður Alþýðuflokksins, söng ástarljósi til Ólafs Thors, What am I living for, if not for you. Þannig að þetta var alltaf þessu nótum. En það sem að kannski gerði það verkum að maður bara datt inn í þetta, og þetta var bara skriða á þessu fyrsta ári. Þetta var gamlarskvöld 58 og bara 1959. Þegar það voru liðnir 8 mánuðir því ári, þá hafði ég farið all land og hvert einasta þorp og alls staðar, og það var bara vegna þess að ég var með rocklög og ég var með svona nýja hugsun. Fram að því höfðu gamanvísnasöngvari flesti sungið sömu löginu. Komdu og skoða þetta, rallala, rallala, rallala. Þú tók svona lög þess tíma bara og gerir nýja texta. Lög þess tíma og rocklögin. Já, einmitt. Alveg á fullu. Þetta var eitthvað nýtt og það kom þá í ljós að þetta var alveg á réttum tíma. Revíurnar voru að syngja sitt síðasta, danski tíminn var að hverfa frá og rocktíminn var að koma. En það skrýtna var að fullorðna fólki, það kyrsti það. Það hafði gaman að þessu. Þú þvældist all landið og varstu þú bara með eitt píanóleikara? Já, og það sem var nú skemmtilegt er það að píanóleikararnir sem fóru í kringum landið með mér, það voru sko ekki píanóleikararnir sem voru með mér í bænum. Heldur var píanóleikari sem fór með mér landið, hann var píanóleikari sem átti að geta spilað undir hjá óperusöngvaranum sem var með. Já. Þetta var venjulega óperusöngvari og grínistinn og svo voru stjórnmálaræður á milli. Og þetta var svona kabarett, en ræðurnar voru á milli. Og í þessu var maður í
8 ár þangað til að við Ragnar Bjarnason komumst að því að það væri kannski hægt að gera þetta án þess að væri alltaf verið að flytja stjórnmálaræður á milli. Var það sumargleðin? Og það var sumargleðin. Og þarna vorum við í tvennum fyrirbærum, það voru héraðsmótin sem voru fram til 1971 að þá voru héraðsmótin aðal samkomunar út allt land. Stjórnmálamenni fórum með skemmtikrafta og klassíska flytjendur og þetta voru sambland af ræðum og skemmtiatriðum. Þetta gekk sér til húðar, maður upplýði mörg skeið sem gengur til sér húðar. Revíuskeiðið 1960, héraðsmótaskeiðið hættir 1970, þá kemur sumargleðiskeiðið og það stendur í 15 ár. Svo sá ég alveg skriftin á veggnum 1985 og var ekki með sumargleðin síðast árið. Skriftin á veggnum var, það eru komna myndbandaleigur og fólki fara til útlanda á sumri. Já, akkurat. Já, það og enda hefur þetta ekki komið eftir. Nei, það er aldrei. En lentur ykkur í, þú varst, eins og segir, þú varst byrjar að semja hérna rappteksta harði lífi snemma og byrjar bara snemma held ég að svona stinga á kýlum. Lentur í því að einhvern veginn vera úaður niður? Já, og einu sinni gerði ég grín að einum af forkonum þjóðfélagsins sem var í einni ákveðinni reglu og það var ekki vel séð og svo regla reyndi að nota áhrif sín til þess að hérna í skemmtinefndum og annars staðar til þess að koma mér út en svo fyndist nú yfir þetta en ég lærði að því. Það er alltaf lína. Þú reynir að fara ekki út fyrir hana? Nei, maður helst ekki fara út fyrir lína og aðalatrið er náttúrulega þetta að maður á að reyna að skemmta öllum en ef einhverjum er ekki skemmt og fyrir þetta er ljóta þá er leikurinn tapar gagnvart að minnsta kosti hluta á sannum eða jafnvel einum og það er svolítið vond. En maður verður alltaf að finna þessa línu og maður dettur yfir hana og þá fer maður tilbaka aftur. Og einu sinni var það þannig að ég hætti að skemmta sko, eftir svona samkomu. Já, bara fannst þú ekki eiga heima þetta lengur? Nei, það var bara hreinlega þannig að ég var nýbúinn að vera, ég var á hausti til með nýtt prógram, prófaði það fyrst á herrakvöldi Lions, þar voru menni í glasi og voru mjög ánægð með það. Svo kem ég á að vera hjá Reykvíkingafélaginu Reykjavík, leit ekkert yfir salinn, áttaði mig ekkert á hvaða fólk var þarna, byrjaði síðan að fara með gamanmálun og það er bara og ég sé þá seint og síður að þarna er sko allt elsta fólki og virðulegast í Reykjavík, séra Bjarni og allt og biskupinn og allt heila dólfið og þetta passaði engan veginn í prógramu sem ég hafði verið með á herrakvöldi Lions og hérna og endaði með því að einn virðulegur maður stóð upp og sagði hvernig er það gott fólk hér? Var þessum manni virkilega borga fyrir að koma hingað og fara með þessi ósköp? Og beinir þessi mín og ég sagði já og hélt bara áfram en þegar ég kom út baka til að þá náttúrulega var ekki einn lóið sitt allt. Ég þakkaði undirleikar og sagði þetta var ágætt að vera með þér. Nú er þessu lokið. Svo hætti ég einu viku. Þá kom hann og sagði, heyrðu, það reyna skátarnir, þeir eru alveg áræðanlega inn á þessu. Þú bara lagfæri þetta pínlítið og þetta verður allt í leið. Við skulum kíkja meira myndefni. Æðislega frumu, ofsalega brendar ástakveðjur eru hér með öllum sendar sem ég vilja þekkja eða ekki þekkja eða vera við mig sætir eða hrekkja Gunnar, Siggi, Kalli, Gvendur, Balli, Brúni Biggi, Skakki, Jóhann, Palli, Lappa, Búni allir sem er voru gamla beiglubílum og buðu upp í mér og útflippaða stílum stuðpæðið með stælum fá Allir 6% gengið eitt skelfilega skiptir En hvað segir útgerðin? Já, hún segir Það er leikur að lafa, leikur sá er mér kær að skulda meira og meira í dag en í gær. Það er þorp, íslensk sjávarþorp og allt á haus, það er þorp, íslensk sjávarþorp og segir Davíð áhyggjulaus. Mér er alveg sama hvar það er, það má fara á hausinn fyrir mér, það má fara á hausinn fyrir mér. Nú þinga ASI og líka VAPSI og jafnvel ISI og Framsókn enn á ný og allir er í því að tapa minn á því og sleppa vel frá því en ekki ég. Þú leggur dálítið upp úr bragfræðinni. Þú vilt stuðla og nota höfuðstafi, ekki satt? Finnst þér það bara eðlilegt? Það er þetta sem að gera okkur Íslendingum. Það gerir íslenska menningu á íslenska menningu. Og það leit ekkert vel út á tímabili, en einn ágætur maður, Megas, mér finnst svona mörguleiti að hann hafi bjargað þessu bara. Einn og óstuttur. Já, bragfræðinni? Ég tel að Megas hefði átt að fá móðumálsvelunum miklu fyrir. Og ég var ánægður þegar hann fekk þessi velun vegna þess að hann var svo mikið fyrirmynd fyrir marga eins og Bubba og aðra og
þvílík afburðavald sem hann hefur á íslenski tungu, hvort sem að það er slangur eða passíu, sálma, tilvitnanir eða hvað sem er. Megas á miklar þakkirskildar. Og ég hef alla tíman reynt að fylgja þessari íslensku hefð með stuðla og höfuðstafi þó að sé stundum völva bras. Ég man þess vegna að ég var mjög lengi með textan Kappastur, að ég setti mér það. Byrju. Já, kann þetta? Já. Ég keyrð á mínum Cadillac með krómislegin stél. Þú heyrir þetta? Já. Ég keyrð á mínum Cadillac með krómislegin stél. Það var dýrasti bíllinn í bænum og með best og stærsti vél. Þetta eru sko njörvað Cadillac krómi slegin. Og þetta var erfitt. Þess vegna tók hann mig 3 ár sko að hafa mig í það að gera þetta. Hvenær fórstu að gera texta fyrir aðra? Ég mani, þú voru náttúrulega samtið fyrir Hljóma og fleiri. Kom það snemma til að leita til þig með það? Þannig var sko, ég skemmti mikið í Sjálfstæðishúsinu sem þá hétt, við Austurvöll, og þar var hljómsveit Svavars Gess og Svavar var með eina síðustu revíunum. Hann vantaði titillag og texta og ég gerði það og ég man svona brotunum. Í kvöld skal ríkja kæti, kraftu fjör og læti, ráðaskulur ríkjum hér. Da-da-da-da-la-la-la-la-la, eins og óðaverðbólga. Það er svo gaman að þessu í gegnum ferilna, sko, kann ég fullt af lögum sem engin annar kann, bara ég. Og ég byrjaði með að gera hennar texta fyrir Svavar. Í framhaldi af þessu þá kom Svavar aftur til mér og sagði, geturðu gert texta við lagið Here Comes Santa Claus. Og þá var til textin Jólasveitni minn. Jólasveitni minn, ætlar að koma í kvöld. Og svo bara koll að kolli? Síðan bara vattið upp á sig og fyrsta gamanvísa sem ég gerði fyrir aðra, svona gamanbræðum sem ég léttund úr, það fann ég reyndar upp sjálfur. Ég bara heyrði lagið Swingin' on a Star og þá kom upp texti sem var duett og að því ég var bara alltaf einn og Svavar heyrði þetta og sagði hann, er ekki sniðugt að nota þetta bara fyrir Berta Müller og Önnu Míljars og þá kom þetta hérna gaman væri að vera með þér en vandamálið það er. Hún var alltaf með einhver svona röfl á milli, þegar ekki? Já, hún var með röfl á milli. Ég ætlaði stundar alltaf til að þetta lag yrði í sko miklu meira rockari takti. Já, en þetta hérna lag, byrju Fátt sem öll vilt að ei boði gott. Já, þetta. Þú gerði þetta, þegar ekki? Jú. Þetta var rosa vinsælt. En það er nú svo neyðarlegt að þetta skyldi vera vinsælt. Nú, af hverju? Sko þessi textar eru náttúrulega misjafnar gæðum og sumir voru þannig að það var sko, voru vandræði. Eitt af því var til dæmis textinn Ævintýri, ég fæði svona alltaf vissar. Ævintýri en gerast. Er þetta ekki ánægð með hann? Nei. Það er svona, þetta er græna bólur og jón. En hvað með hérna? En það er vegna þess að ég hafði stuttan tíma og svo merkilegt að þessi texti hann virðist lifa. Svona aðri sem hann laði meira í og var miklu ánægðari með. Og enginn kann. Og enginn kann og ég ekki heldur lengur sko. En þessi þátti svo með öll í það ég auðbúið og það er aldrei góð saga bak við hann. Ég ætla aldrei ekki að texta það. Nú? Nei, það var búið að ákveða lög fyrir Svava Gess á hljómplötu með Elli Vilhjálms og Vilhjálm Víhansinni. Og ég átti heiminn í Rauðalækmann ég og þá hringir hann niður og segir Ómar, nú er illt í efni. Hann var búinn að lofa mér, ég man ekki hvað það var að gera texta við þetta lag og það passar ekki. Nú erum við hérna í stúdíónu, þetta er síðasta lagi sem á að taka á plötuna, það verður að vera með, þú verður að gera textan. Og hvað er langan tíma? Kominn hingað eftir 20 mínútur, ekki seinni en hálftíma. Ég sagði, það er ekki hægt. Ómar, þú gerir þetta. Og ég sagði, það er ekki hægt, Svavar. Svo allt í hugsaði mér, býtum við. Ef hann borgar mig fullt verð fyrir þetta, sem var nú reynda nánasa penningur, fannst mér, en ok, þá jú, ég sagði, ég skal reyna þetta, en ef ég kem ekki eftir 20 mínútur, þá hefur þetta ekki tekist. Og það eru enga líkur að þetta takist. Ég rauk niður í kjallara, fór inn í kompu, læsti að mér og hugsaði mér, það er good news and bad news. Good news, ég fæ borga fyrir þetta, það er hæsta tímakaup sem ég nokkuð tíma fengið. Bad news, þetta er ómögulegt. Þátti svo með öllu illt að, já, heyrðu, textin er það. Þátti svo með öllu illt að eibóði gott. Það má finna út úr öllu ánægi gott. Þá er það komið. Og þá er það komið og eftir ári ég alveg hissa ég skildi rýma svona svakalega njörfað. Öllu illt að eibóði gott má finna út úr öllu ánægi gott. Þetta er allstað mjög þétt rým. Og gert bara á hvað? 20 mínútum hálftíma? Þetta gekk á kortir. Ég var enga stund með að texta, fór niður til og þetta er hæsta tímakaup sem ég fengið við þetta fyrir. Jæja. Herðu, við skulum horfa hérna á meira skemmtilegum myndum. Tengdu þér, textar og fleira. Það er sunnudagur á morgun. Veit ég það? Svo mig langar nú í
Já, svona til tilbreytingar að fá í vinnunni frí. Það af og frá. Reynda herða við jólblóm, reynda herða við jól. Formi undarlegur vænting yfirgafstu mig. Einmana sjáður og hryggbrotinn, ég hrópa nú á þig. SOS, ást í neyð, engu getur bjargað mér. SOS, aðra leið, aldrei hjarta mitt að landi ber. Ég heimur ég við ólýsandi sælu, ég svífum, staðstund ég gleymi, stólfinglega og dásamlega konu ég dreymum, æsandi, 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 æsandi fögur. Hér nú gamli portinn sem að aftan pabbi þinn, en í honum komst hann á fyrsta sjansinn sinn. Hvað þetta fólk sér gerða góðu, það ég skil ei par. Í þessu aftur sæti einmitt til þín stofnað var. Í svarta myrkri sjúpum til grjúpum, svefnin linar drau, svefnin linar drau. Sveitabussi straumur til sinn draumur, ber hann þá á braut. Sveitarómantíkin hana í síðasta laginu. Ég sá þú lengdir eftir augunum. Já, þetta var mjög gaman að gera texti. Mér fannst gaman að gera texta. Mér fannst gaman að fara út úr California Dreaming í íslenskan raunveruleika. Og það mátti ekki seinna verða vegna þess að þetta var þjóðtíðar sem var að hverfa. Ungir og frískir sveitapiltar lengst upp í dölum á Íslandi sem ég kynntist þegar ég var í sveit og vissi hvað bjuggu við. Og ég vildi reisa þeim svona ákveðin minnistein með þessum texta. Hvernig var að vinna með hljómunum? Það var dásamlegt að vinna með. Það var óskaplega gefandi og gaman að gera textana fyrir þessa hljómsveit. Hún var svo óskaplega góð. Hljómsveitin var svo góð og maður vissi að maður var partur í einhverju sem maður mátti ekki verða illa gert. Ég myndi að velta því fyrir mér, þú ert búin að gera texta fyrir svo marga. Þú ert alltaf missáttu við útkomuna á þessu? Já, það er bara við erum öll mannleg og... En þeir eru svona dálítið uppáhaldi hjá þér? Já, þeir eru uppáhaldi hjá mér og þessum tíma gerði ég til dæmis texta sem ég held að það mikið upp á vegna sem Hamar ortu bara beint til konuna minnar og við erum búin að vera gift í rúmlega 40 ár. Hvaða text er það? Þú ein. Já, byrju, er það með línunni hérna? Þegar greinir okkur á og erfiðleikar magnast þá, aldrei samt þú ögrar skalt, því ástin sigrar allt. Hvað sem gerast kann, mín kæra þér ég ann, mín lífsins braut bein, björt og aðeins hrein, þú ein. Já, þetta er ég leit syngja þetta í brúðkaupinu mínu. Þetta er ennþá sungið í brúðkaupinu og þú heyrir að ég er svona klökna við að syngja þetta. Já, þetta var samið til frú Helgu sem við þurftum að búa með þér öll þessi ár. Með alla lyklana og litlu bílana og alla vittlisum. Já, en er það ekki bara búið að venjast heldur þú? Jú, þú er ekki farin enn. Og við vorum ekki með neitt, við hittumst bara í kirkjunni ein með prestinum. Það var ekkert brúðkaup, það var engin brúðkaupsveisla, ekkert brúðkaupshrýskrón, engin brúðarbíl, ekkert. Bara ég og hún ein, presturinn. Og þetta sýnir sko að það fyrir ekki eftir brúðkaupinu hvernig þetta endist. Nei, ekki umbúðirnar. Það er ekki umbúðirnar, innihaldi. Við skulum horfa á meira myndefni, það er nóg til. Alltaf sorgarlistunum, mér líður svo vel, því allt í brjósti mér ég er. Og hún heitir Gunna, alveg eins og tunna, illa klempur saman, henni þessi gaman. Hún er svo djúpt, ég ætla að bjóða henni út. Ertu einmana nú, ertu sorry, hvað hef ég þér gert? Þær eru ungmeyjar og allt því skornar gamlar kettlingar.
Fyrst að hverf á braut, viltu ekkert nema naut. Tell me dear, are you lonesome tonight? Þetta var sveitaball. Þú slasaði einhvern veginn í, þú varst að flytja þetta lag. Þetta náttúrulega ógurlegt hopp og þetta er bara aerobik og typo og ég veit ekki hvað þessu út að stunda þarna. Já, þetta erfitt. Já, þetta er svona... Að standa á sviðinu og... Já, þetta eru 3 mínútna svona 15 metra hlaup. Já. En, já, þetta er hættulega sem ég gert á æfinni. Hvað gerðist? Það sem gerðist fyrst var það á Kirkjubæjarklaustri að þá var ég í miklu stuði og fór aðeins svo framalega á sviðsbrúnina og hún var rúmlega mannhæðar há. Þannig að ég hugsaði með mér á þessu augnabliki, ég fer bara heljarstök. Ekkert mál. Ekkert mál. En það misheppnaðist og ég kom niður á hausinn, betur saman bróðum minn og hann hélt að hann trúði ekki því stóð upp og kláraði. Já, mér slæmur hérna í hálsinum og bakinu svona í 10 daga, svo fór það, þá hélt ég að þessu væri bara lokið. Svo bara 5 ára síðar, þá tek ég sveitaball aftur í Broadway. Velti mér kollnings aftur á bak og nikki á því sem hafði alltaf verið meiðsli hérna. Og síðan ég alltaf klemdur hérna út í hægri hendina og finn alltaf fyrir þessu. En það verður ekkert gert við þessu fyrir enn í síðustu lög. Man hleypir ekki sko skurðarhnífnum alveg upp í 7. liði á menni. Þess vegna er sveitaball eitthvað sem maður getur ekki losnað við, þetta er lagið sem ég get aldrei losnað við. Og kannski á þetta að fara með mig hérna bara endanlega. En lærður einhvern tímann leiklist? Ég lærði pínlítið leiklist í 1953, þá var ég bara 12 ára. Þá lenti ég að leika stórt hlutverk, aðalhlutverk í Vesalingunum eftir Victor Hugo, sem voru settir upp í Iðnó. Og þeir tóku mig algjörlega í gegn Gunnar Hansen leikstjóri sem gerði þessa leikgerð. Þetta var mjög vandmeðfarið stykki og alvarlegt. Og Einar Pálsson og kenndi mig framsögn og leiklist og fórum með mig í gegnum allt sem þessi skáldsaga hefði að geyma og væri boðskapur. Því að mér var falið það að fara með hátt í heila blaðsíðu einræðu sem strákur upp á götuvíi, hvatningaræðu til byltingamannana. Og mér var gerð grein fyrir því að ég geti að skilja í hverju þessi boðskapur verið fólkinn. Hann verið í raun og verið ákall frá þeim hluta mannkynsins sem ætti við vestu kjörin að búa, götubörnin. Og þetta tókst ótrúlega vel og þessu augnabliki gleymi ég aldrei og það lagði ómeðvita grunninn af því sem ég hef verið að gera síðan. Það er að segja, ég fór út í fréttamennskuna, það er að segja, þá skynjaði það hvað hlutverk sendibóðans er mikil. En langaði þið einhvern tímann að læra meira í leiklist, jafnvel fara bara í leiklistarnám? Ég held alltaf að ég er leikari og ég lék í leikhúsunum á tímabili, en svo bara fór þetta út í þetta. Ásatíðirnar og... Já, og... Allt það og... áhugamálið. Já, og svo bara kom maður í sjónvarpi og þá allt í einu datt maður inn í annað sem var mjög áhugavert og þá kom allt í einu gamli götustrákurinn sem hafði farið með þessa einræðu og tekist og allt í einu bara stoppaði bara allt í salnum vegna að klappi í öllu salnum þeir áttu ekki að verða og þá var mér það ljóst að þetta hefði tekist. Og fyrir 12 ára barn er það rosalega stórt að standa í aðalleikhúsi eða öðru aðalleikhúsi borgarinnar og ná þessu að hafa komið skilaboðunum fram. Og þú ennþá þess að þörf fyrir að koma skilaboðunum áfram? Ég finna núna. Umhverfismál og... Já, bara hvað sem er. Náttúruna? Já, bara hvað sem er. Bara málefni sem að lýðræði byggist á, eins og Walter Cronkite sagði við mig, svo skemmtilega þegar ég talaði við hann og átti verið stöttu viðtal. Ég spurði, eru fjölmiðlarnir orðnir of öflugir? Hafa þeir of mikið power þýðir annað sko í enskunni, að þýðir fleira heldur en á Íslendingar nota fleiri orð. Og hann sagði, nei, þeir verða aldrei of öflugir. Þeir verða að vera eins öflugir og hægt er til þess að koma skilaboðum til fólksins svo að það geti notað sitt vald. Lýðræði byggist á þessu. En þú ert þetta fyrst og fremst sem textahöfundur en þú hefur samið fullt af lögum líka og það er til í sjónvarpinu búið að myndskreita nokkur þeirra. Nú hvað sér? Við erum búin að taka hérna eina stutta sirpu saman. Nú hvað sér? Ég vil elska mitt land, ég vil auðga mitt land, ég vil efla þess stáð, ég vil styrkja þess hag, ég vil veiða þess þörf, ég vil létta þess storm, ég vil láta það sjá margan hamingudag.
horfast í augin hinsta sinn, annar mun lif en ekki hinn, maður og hvalur. Það vor í lofti og lífið svo ljúft á þessum degi, eftir vetrardrunga og dimmu hér ríkir dýrða og láði og legi. Sviðir fólks og byrðinni, tár og gleði, gauð og misindi, líf og land og fólk og byrðindi. Fyllt í þér lungun því loftið tært og litaspil hlíðanna sindrandi skært. Við eigum land á hjara veraldar, þetta undraland sem okkur gefið var, bæði bjart og dimmt, með brunnagat og viss, já bæði hlýtt og grimmt, ó svo hlýtt og grimmt, bjart og dimmt. Þetta nú bara rosa flott og falleg tónlist. Ég get nú ekki ímyndað mér að hafa verið að semja lögin á þetta. Nei, þetta síðasta lag var nú bara það sem ég kalla 20 kall lag. Hvað það? Já, það bara datt hann í hausinn á mér fyrir niður í sjónvarpi á Laugaveginum og ég var nú jafn lengi að semja það eins og að tekra fítja. Það 1 mínúta og ég held að mínútukaupið hjá opinberum starfsmönnum sé 20 krónur. Já, það var tiltölulega styttra síðan þú fórst að semja lög heldur en texta, ekki satt? Nei, eins og ég segi, ég byrjaði að gera rocklög hérna 61. Já, það er rétt. Og þetta er svona alltaf verið... Þetta er minna samt gert á því. Já, málið er það að þetta hefur alltaf verið hotrekan. Og hérna hjá sjónvarpinu hefur þetta nú hreinlega bara verið það að ræða, mér hefur alltaf lítið sem hluta af handriðsgerð. Já, einmitt. Gera nýtt lag líka og... Já, málið er það að þegar maður fer að hugsa það að þetta er eitthvað, maður er að koma eitthvað til skila á myndrænan hátt með mynd og hljóði, að þá er ekkert undanskilið. Og ef maður vill gera þetta þannig að áhorfandinn heima í stofunni, maður er jú miðill, maður er sendiboði sem færir því gegnum sig og kemur því fram, hvers vegna þá ekki tónlistin alveg eins og annað. Og það er ástæða til þess að ég hef verið að gera þetta. Þetta hefur alltaf svona verið hotreka svona, bara inn í handritinu. En það er, ég veit ekki, ég man ekki, ég var náttúrulega að telja þessa texta sko, en þá var ég orðinn á seint sko, þannig ég hætti að telja, en þetta er alveg gríðarlegu fjöldi, nokkur 100 stykki sem hafa komið út sko, fyrir utan allt sem að er bara í hausnum á þér. Já. Og mikið af þessu gamanvísur, en svo eru líka textar sem eru bara mjög svona, já bara alvarlegir og svona, jafnvel hátíðlegir, sorglegir og svona tilfinningaþrungnir textar eins og Brúið Boðaföllin og Íslenska konan. Já. Er þetta textar sem þú kannski varst lengur með heldur en marga aðra? Það er misjandi, en báðir þessi textar sem þú nefndir voru 20 ára að gerjast. Og svo ég taki nú fyrst sko Brúið Boðaföllin, það er 1970 sem að ég skrif saman mig, auðvitað heitir þetta á íslensku Brúið Boðaföllin. Þetta er alltaf Bridge og Troubled Water. Troubled Water, yes. En það er bara spurningin hvernig og hvernig staðfæri það við íslenskar aðstæður. Og svo bara liðu árin og ég fann aldrei tilefni. Síðan er það náfrændi minn, við vorum sískinabörn, ég og Gísli Ágúst Gunnlaugsson, sagnfræðingur. Hann fær mjög erfiðan sjúkdóm, hrörnunarsjúkdóm, og hann og öll þess fjölskyldu og allt þess fólk tók þetta þannig, þessar baráttu þannig, að það bara gat ekki látið neitt ósnortinn. Þetta var svo frábært hvernig þetta fólk tók þessu. Og ég var ekkert að keyra, ég gerir mjög marga texta og lög undir stýri á bíl. Ég var að keyra vestur á land og þá bara kom þessi texti, ég hugsaði bara Gísla frænda minn sem var að leiðarlokum kominn í sínu lífi og þá kom þessi texti. Og allt það sem ég fannst að hann og hans fólk er að hugsa út yfir gróf og dauða, veist, þú átt mig að alltaf. Litla barnið sem var bara 2 ára, alveg saman hvort það var litla barnið eða elsta fólkið í kringum hann, allt tók þátt í þessu og þetta var svo ljúft og þetta verið sárt. Það var svo ljúfsárt, þetta er eitthvað sem var voðalega erfitt að lýsa. Íslenska kona var hins vegar til þannig að móður mín dó mjög skyndilega. Ég var á ferð norður í land og það voru margar tilvílanir í kringum það sem... Það er þetta Billy Joel? Já. Jú, það er þetta lag. Þetta lag hreif mér mjög mikið þegar ég heyrði það fyrst. Og ég vissi að þetta verið íslensk kona, en það var alveg saman með það eins og Brúið Boðaföllin að ég fann aldrei tilefni, það stoppaði alltaf eitthvað. Svo liðu 20 ár.
og ég á leið norður í land og á slóðra sem ég skrifa bók merkilega konur, magnaða konur sem ég hef kynst og þá hringir farsíminn, ég stoppa, bróðir minn biður mig að fara út í kant, segir mamma dó óvænt í morgun og ég fór til Akureyrar og textinn kom að hálftíma, meginpartur eftir 20 ára bið og síðan eru margar tilvíðanir sem tengdust þessu sem sýndu mig fram á að það var með ólíkindum að við séum alveg ein hérna í þessari tilveru okkar. Akkurat. Og það margt okkur hulið. Er einhver draumum svona átt í tónlistinni, textunum, eitthvað sem þið finnst þú eiga eftir að gera eða finnst þér búin að gera allt sem ég langar til? Hvað tónlistina snertir þá það nú kannski svo Akureyri sem ég hef vanrækt mest. Það alltaf eitthvað sem að fréttamennska krefjandi og maður áttaði sig á því að maður var bara sendiboði, maður vætti að það að vera sendiboði og allt annað svona til hliðar við það en ef ég fengi tíma svona ef þetta fréttahark myndi minnka og allt þessi prógram sem ég ætla að gera hérna með í smíðum og herbergi sem fullt af spólu hérna alveg hitt svolítið sem flæður út þá myndi ég nú kannski kjósa að gefa við nokkra mánuði þó ekki vera annað í að grufla svolítið í tónlistinni. Bara láta hann allt í hennu verða eina og hitta aukaatriði en ég veit ekki hvort ég lífi það. Þú eru bara að fá frí hérna á launum. Við förum bara tölum við þína yfirmenn hér á eftir. En hérna, ef við ekki enda þetta á laginu sem við töluðum hérna, nýja laginu þínu. Já, það... Svona er lífið. Já, þetta svolítið áhugaverður texti og titill. Já, þetta bara spratt fram. Ég var staddur austur í Vík í Mýrdal og þar býr dóttir mín og þau voru erlendis og ég gisti þar einu nótt og það var svo dásamlegt að vera þessu heimili, öll börnin og sjá hvernig þetta er stórkostlegt. Þetta líf þarna út á landi hjá þessu fólki sem nýkomið úr námi og að gera þetta allt og maður fór út í svo góðri stemningu og kveikt á útvarpinu og þá heyri ég lagið The More I See You sem var svo vinsælt einmitt þegar ég var á þessu stigi. Við vorum ung við Helga og þau, börnin okkar, þau voru bara pínlítil og það bara kom með leið. Svona er lífið. That's life. That's life. C'est la vie. Já. Þetta er bara hérna... Já, þetta er svona. Já. Við breyttum bara. Vona við munum þetta. Já, nú er það. Þetta er bæði svo nýtt og... Já. Prófa það. Svona er lífið og svona er ástin upp og niður alla tíð gengdarlaust að gefa eða þiggja og gleðja og hryggja ár og síð stundum er gaman stundum er grautfúlt stundum ég botna engu í en áfram verði jarðað kífið og elska lífið og lifa því og ef ég fer með allt í kök og klúður ég kannski lær og bæti mig það gengur betur næst ég svona er lífið og svona er ástin upp og niður alla tíð bæði súrt og sætt jarðar kífið en svona er lífið ég vil lifa því svona er lífið upp og niður á víxl ýmist svart eða hvítt ýmist ljúft eða skítt da-da-da-da-la la-da-da-da-la da-da-da-da la-la-la la 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 da la 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 Svona er lífið, ýmist sætt eða súrt, ýmist döggt eða bjart, ýmist mjúkt eða hart. Ég elska lífið með öllu sínu, ást og hatri, gleð og sorg. Þótt að valdi stundum písl og pínu, í púli mínu, í sveit og borg.
Stundum sjóheitt, stundum skítkalt. Ég streitist ei gegn því, né frá því flý. Heldur uni vel við jarðarkífið. Ég elska lífið og vil lifa því. Ég klúður ját en keppa bót og betrun. Því kjörorð mitt í lífin það gengur betur næstu, svona lífið. Og svona ástin, upp og niður, alla tíð. Bæði súrt og sætt jarðarkífið, en svona lífið og ég vil lifa því. Bæði súrt og sætt jarðarkífið, en svona lífið, ég vil lifa því. Svona lífið, ýmist sagnaða org, upp og niður í senn, ekki ég vel góður enn. Og ef ég vakna einn morguninn steindauður, samt áfram verður kjörorð mitt, það gengur betur næst. Svona lífið, upp eða niður. Já. Þetta síðasta mín frá pappa. Hann lá á banalegunum nú nýlega. Hann var svo mikill húmoristi að hann meira segja á síðustu andartökunum að þá var hann að segja svona rallið ekki búið fyrir það er búið. Og svo þegar þetta fór að nálgast þá sagði hann já, rallið nú ekki búið fyrir það er búið en allir verður ekki búið sig undir það að vakna bara einn morgunin steindauður.